Hvernig finnum við út úr þessu? Ef 500 er 50%, hvað er þá 100%? Það var einhver tala, þá fundi 50% af henni, það er 500. Til þess að geta fundið út úr þessu, þá þarf ég að vita hvað 100% þýðir. Já, það er eitthvað af 100, 100 af 100. Þannig að ég þarf í raun að átta mig á hvað er ég með stóran hluta af þessu? Jú, 50% er helmingurinn af þessu. Þá er þetta helmingurinn af því sem ég er með og ég þarf bara að tvöfalda þetta. Þá er þetta 1000. Með öðrum orðum, 50% er 50 hundruðustu. Og til þess að komast upp í 100 hundruðustu þá þarf ég að gera þetta tvisvar, ég tvöfalda. Hér, 10% er 1/10. Þá þarf ég bara að gera 7000 sinnum 10, af því að 10%, 10 sinnum, það er 100%. Þannig að þá þarf ég bara að tífalda þessa tölu, af því að þessi tífalduð er 100%. Og þá fæ ég 70.000. 12%, ef 36 er 12%, hvað er það 100%? Hér lendi ég í brasi. Vegna þess að ég get ekki lengt 12 á einfaldan hátt upp í 100. Já, þá þarf ég að fara að hugsa, býtu nú við, hér, hvað er ég í raun að gera? Því að ef ég vissi þessa tölu, 70.000 sinnum 10%, þá myndi ég gera sinnum 10 hundruðustu, af því að 10% er 10 af 100, það er 0,10 eða 0,1. Hvað ef ég geri öfugt? Af því að ég er í raun ekki að finna hvað 10% er, það er búið að segja mig það. Ég er að gera öfugt. Þá er ég í raun að gera 7.000, upphaflega talan, deilt með 0,10 og þá fæ ég 70.000. Get ég gert það hér, 36 deilt með 0,12. 12% er 12 af 100 sem er 0,12 og þá fæ ég svarið. Þessi aðferð hefði líka virkað hér. 500 deilt með 0,50, það er 1000. Ég fæ alltaf sama svarið. Það er alveg sama hvaða aðferði ég nota, en það er mjög gott að vita að það er hægt að nota fleiri en eina aðferð.